Finnur framistæði ykkar í dag upp á hvað, 10 eða hvað? Nei, ég vil meina við töpum oft á svona klaufulega og vorum stundum að fokka upp í vörðinni sem maður segir en margir hlutir í klálega rétta leið og kannski stærsta það hvernig við erum að ná að nýta Tryggva og hvernig hann svona respondaði. Þannig að ef við ætlum að gera eitthvað í vetur þá verðum við að finna leiði til að nýta hann hvort sem við erum út í smarra leiði sem Finnlandi eða stærri leiði með stóru strákum á móti. Þannig að hann er ekki bara stór, hann er líka góður á stóra mælikvarða, þannig að þetta er klálega okkar, mesta unique vopn, þannig að við verðum að nýta. Í þessum leik í dag þá stoppið þið þá mjög vel í öðrum leikluta og fram í þriðja, þar sem þið setja bara 2-3 körfur á þessum tíma. Er það ekki svolítið þar sem þetta klárast? Jú, klálega. Við náttúrulega náum svona að halda hann frá því sem þeir eru að gera vel í þessum móti. Það er að sækja inn út og náum að koma þeim að þriggjastalinni. Ekki leyfa þeim að gera þessi skot sem þeir fengu svo þeir leiða á þriðjuleikum. Og það svona vörnum niður og skotinu eru aðeins opnum og svo framvegis. Þannig að ef við erum fókusera og vinnum saman og lærum að hjálpa okkur öðrum þá getur við sett í hörku vörn og við sáum bara þegar að bakverðina voru að fá Tryggva á sig þá leiði þeim ekkert vel hvort sem við skotum utan eða sækja á körfuna. Þannig að hreyfanlega stóri strákurinn og vörnin lokaði stelpunum. Þetta mót, þetta eru 4 mjög sterk lið og því standið upp sem sigurvegarar, þetta hlýtur að gefa ykkur okkar sjálfstraust. Jú, klárlega, eins og við erum búin að sýna okkur allar okkar hliðar á þessu móti. Svona slæmar hliðar, góðar hliðar og svona allt á milli, þannig að við svona þótt við vinnum móti þá erum við báða fættur í jörðinni og við veitum að við eigum ennþá langt í land frá því sem við ætlum okkur en vissulega er kannski það sem við tökum þetta helst út úr þessu er að við getum að sýna það kannski sjálfum okkur aðalega að við klárlega getum þetta og ef menn eru tilbúinir að berast ykkur annan og spila sterklegum okkar þá geta ótrúlega hluti gerst. Kannski full langt í mótið eða eitthvað? Nei, ég er mjög feginn að sé ennþá langt í mótið og við fáum ennþá þessa 3 æfingaleiki út á Krít og við þurfum að gefa mönnum neyslum og þannig að þegar á hólminu komið að allir séu klárir í sínum hlutverkum og geta skilað þeim að bestu getum.